Þetta alveg splunkunýr MG4. Þessi fólksbíll hérna sennilega sá ódýrasti á markaðnum í dag. BL með umboð fyrir þennan bíl og að flytja hann inn í nokkrum útfærslum. Þetta Luxury útfærslan sem við erum með hérna. Og þessi bíll, hann 204 hestöfl, hann með 450 km drægni og batterið 64 kW. Og þetta ansi fallegu bíll á að líta. Hann samsvarar sér mjög vel. Hann skemmtilega hannaður bæði innan og utan. Það eru 17 tómu felgur á þessum bíl. Við sjáum hérna svarta plasti hérna neðst, hvernig hann rammar svolítið bílinn inn. Það mjög falleg lína í þessum bíl, ekki ólíkur ykkurum svona kannski ykkurum Nissan típu. En þetta MG. Hér svona ekki ósvipað fyrirbæri og við köllum bensínlokk á gamlu bílunum. En þetta ekki bensínlokk, þetta rafhleðslugátt bílsins. Og hérna getum við hlaðið bílinn í heimahleðslu allt að 11 kW sem hann tekur inn á sig í einu og ef við förum á hraðhleðslu þá held ég að sé í kringum 130–135 kW sem hann að taka inn á sig í hraðhleðslu. Þannig að við erum að tala svona cirka hálftíma, 40 mínútur frá 10 upp í 80% sem ansi gott. Nú þessi bíll hérna, hann til í basic útfærslu og þá hann að fara 350 km og þá rafhlaðan ekki nema kannski ykkur staðar í kringum 52 kW eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru valkostir á markaðnum. Sá bíll mun ódýrari. Þessi bíll á ykkur að tæpar 5,5 en hann á 4,5 held ég sá sem með minni rafhlöðunni. Hérna erum við með bara alveg ágætis farangursgeymslu. Við erum að tala töskuna góðu fyrir ferkanta pizzu í þetta skipti. Þessi farangursgeymsla að taka 363 lítra. Hann tekur 1177 með sætin felld niður og það eru 60-40 hérna sýnist mér. Og hérna síðan svona viðgerðarkit. Það semst ef að springur þá blæs maður bara í hjólið. Nei, það hérna svona kit til þess að fylla kvoðu og allt í þessu. Ljómandi pláss hérna sýnist mér. Ekkert síðra en í öðrum bílum að svipar í gerð. Já, það bara mjög gott að sitja hérna aftur í. Þetta ljómandi gott. Það fer prýðilega mig hérna. Sætin það svolítið svona kurva á sætinu sem þýðir það að það heldur svolítið vel utanum hérna mjórhrygginn á mig. Þetta þægilegt og svo sætið kemur aðeins svona upp hérna. Það heldur mjög vel undir hérna alveg eiginlega hingað. Þið sjáu að þetta aðeins svona dregið út hérna, setan. Sætið djúpt og þægilegt, það Isofix í honum og hér allt í einhverjum svona vösum. Hér sýnist mér að við getum bara haft hérna farsíma og eitthvað svoleiðis og hlaðið hérna í USB-C hér og svo vasi hér líka fyrir eitthvað meira. Fæturnir fara mjög vel hérna undir sætið og ég get alveg trúað að það sé bara mjög gott að sitja í þessum bíl lengri vegalengdir. Og það sætið stilt þannig eins og það hendar mér hérna og ég mjög lappalangur. Það stilt þannig að það alveg fínt pláss frammi fyrir mig sem farþega og hérna alveg ljómandi gott pláss hérna fyrir fæturnar hérna aftur. Höfuðplássi hérna, þræl fínt alveg. Ljómandi gott. Og að öðru, eins og ég segja í fréttunum, hann með 500 kg dráttargetu þessi bíl. Og þá snúum við okkur á næsta dagskrárlið. Þá erum við komið hérna inn í þennan glæsilega MG4. Það ekki annað að segja að fari mjög vel hann hérna. Þessi sæti eru alveg ótrúlega góð með á það að við erum að tala að þetta bíll sem á góðu verði og hérna sætin eru ótrúlega þægileg í þessum bíl og það sé kannski ekkert samansmerki að sætin þurfa að vera eitthvað léleg þó að bíllinn sé ódýr. Við bara tökum sem dæmi Polestar að það ekki síðra að sitja í þessum bíl heldur en Polestar og stýrið það afar skemmtilega uppsett, það ekki alveg kringlótt og það mjög gott að halda utan að það feitt og gott að halda utan stýrið. Það allavega, mann góðu haldi hérna. Hér síðan að stilla ýmsa hluti eins og hérna erum við með stillinguna fyrir skinnvata hraðastillirinn og þetta stilla fjarlægina hérna á milli. Nú það raddstýring hérna, síðan hérna erum við með akreina stýringuna hérna á þessu takka en við verðum bara að vera með keyra bílinn á stað til þess að hún virki. Hérna eru síðan alls konar upplýsingar um hversu lengi við höfum verið að aka og meðal hraði og hvað höfum verið að eyða og svo framvegis. Þarna sést líka hvað mikið eftir af hleðslunni. Það hægt að fara hér heim. Það Android Auto og Apple CarPlay og allt þetta í honum sem við viljum sjá. Hérna
svona skiptingarhnúður. Þannig að loftræstingin er með svona takka sem er að mínum mati mjög þægilegt og takki hérna fyrir home takka, þannig að það þarf ekki endilega að ýta bara á skjáinn. Það eru auðvitað allt í þessum bíl eins og skinnvætur hraðastillir og það er hliðarárekstrar vörn á honum og það er bremsuaðstoð og ég veit ekki hvað það er bara allt í þessu sem þarf að vera í þessum fínni típum í dag. Og hvernig er nú að aka þessum bíl? Það er aðalmálið. Það skiptir kannski minna máli hvað er að einhverju svona letifítusum. Við viljum náttúrulega hafa öryggi í bílnum. Það er ekki málið, en letifítusarnir eru, maður getur alveg verið án þeirra, en þeir eru þægilegir. Og núna er ég að fara að beygja og þá kemur hérna eitthvað upp á skjáinn. Ég finnst að hefði þurft að vera aðeins meira birtustig. Ég var að reyna að fikta í því áðan með hann og Gulla. Náðurðu því, Gulli? Vorum við? Nei, hann er svolítið dimmur skjárinn. Nú er með þess ekki sólardagur sem er mjög óalgengt á Íslandi. Við erum yfirleitt með sól hérna 364 daga ársins. Það er rosa þægilegt að keyra þetta. Það er alveg fínn kraftur í þessu. Aflið er alveg stórgott. Þessi 204 hestöfl, hann fer vel með þau. Stýrið á honum er nákvæmt. Get nú ekki fara að sakka eitthvað hérna mikið, en það er verulega nákvæmt á honum stýrið. Mjög þægilegt að stýra honum. Sko, sjónlínan í þessum bíl er mjög góð. Maður sér hérna framfyrir hann, úti kemur flúttir svolítið, yfirhangið er frekar lítið á þessum bíl. En ég myndi segja að virkilega þægilegt, þessi bíl kemur verulega óvart. Það er gott að aka þessum bíl. Þetta er bara lítill fólksbíl sem er ekkert svo rosalega lítill. Ég myndi segja að þetta væri nú bara stupp á Hyundai Kona og eitthvað svoleiðis. Er það ekki, Gulli? Þeir eru einhvers staðar nálægt því. En það er alveg rosalega gott að keyra hana bíl. Hann er mjúkur. Það er alveg til þess að taka, hann er svona þægilegur í stýrinu. Maður keyra hérna í smá hólur. Það er nú ekki erfitt að finna hólur í Reykjavík hérna á malbikinu. Fjöðrunin í þessum bíl er alveg ágætt. Það er mjög, hann er eins og maður segir ekki á stinnur og ekki of linur. Og ef við tökum hérna beygju, nú ætla ég að taka beygju og inn í hérna hverfið. Já, hann er mjög stífur og fínn. Ég verð að segja eins og að þetta er alveg ljómandi bíl. Hann kemur á óvart. MG4, check.